Viktorandleg fræði, 39. kafli, einvera án einmanaleika. Algengt að sá sem náð hefur fullri andlegri opnun upplifi meiri einveru en áður og þetta eitthvað sem gerist nánast ómeðvitað. Eftir því sem meðvitundin hækkar sem og hinn andlegi þroski þá fjarlægist viðkomandi það samfélag sem hann hefur lifað í. Réttar að vera að segja að samfélagi fjarlægist þann sem lært hefur að öðlast lífsfyllingu sem og finna hamingju innra með sér. Þrátt fyrir þetta lífsfyllingin orðin meiri og dýpri því viðkomandi hefur lært að upplifa og njóta lífsins í hverju augnabliki, upplifa tilfinninga sínar án hugsana og greininga sem áður var. Flest fréttaefni og það sem fólk sagt að sé að gerast vekur engan áhuga lengur né mikið af þeirri afþreyingu sem í boði er. Fegur lífsins, listir og listtengdir viðburðir vekja nú meiri áhuga en áður sem og sköpun af ýmsu tagi, en þetta eru gildi sem koma frá sálinni, þar sem sköpunum verður til. Oft á tíðum verður daglegt tal manna á meðal innihaldslaust og óáhugavert og því á hinn opnaði það til að draga sig í hlé frá slíku. Það eru fáir sem skilja og meðtaka þá sýn og skynjun sem hinn opnaði hefur fengið og því verða samskipti við annað fólk með öðrum hætti en áður. Eins og áður sagði þá eru hinn andlegu málefni hulin þeim sem ekki eru tilbúnir í andlega vakningu og vekja því lítinn áhuga hjá mörgum. Einnig breytast áhugamálin og áherslunar í lífinu við andlega opnun og það sem áður vakti áhuga og gleði hverfur en nýjir hlutir koma í staðinn. Hugleiðslur, að hlusta á róandi tónlist og eða möndrur, að njóta sín í náttúrunni og fylgjast með dýralífi og gróðri, svo fáein dæmi séu nefnd. Mikilvægt að halda góðri tengingu við sína nánustu ættingu og fjölskyldu og hjálpa þeim og styðja á allan hátt, þó svo að samskiptin við aðra geti breyst. Einverustundir verða gulls í gildi þar sem hinn opnaði fær tíma til að hugleiða í þögninni og opna á sinna innri visku, en það kemur vitneskjan og það áttaviti lífsins. Innra með hverjum og einum má finna kærleikann, hamingjuna og gleðina og veita hverjum og einum alla þá lífsfyllingu sem á þarf að halda. Eins og áður sagði eru þessi hlutir innra með hverjum og einum án allra skilyrða og engum háðir. Einnig eiga orkan og orkuflæði stóran þátt í að hinn opnaði sækist í að vera meira einn en áður. Því margir sækjast í orku hins opnaða og geta átt það til að þurrausa hann allri orku á skömmum tíma svo hann finni fljótt fyrir þreytu og orkuleysi. En það lærist með tímanum að halda og stjórna orkuflæðinu og hindra þannig að orkan tæmist á skömmum tíma. Þetta reynsla sem margir upplifa en læra síðan að stjórna með tíð og tíma. Sá sem hefur náð fullri opnun því oft á tíðum einn með sjálfum sér og upplifir því meiri einveru en áður gerði sem mikið þroskamerki. Að geta verið einn með sjálfum sér án þess þó að upplifa einmanaleika af neinu tagi merki mikinn andlegan þroska sem viðkomandi hefur öðlast. Margir getur spurt hvort það borgar sig að ganga í gegnum þetta ferli ef það á kostnað samveru með öðrum og það fá ekki að njóta þeirrar afþreyingar sem í boði með sama hætti og áður. Margir þeir sem ekki hafa öðlast andlega opnun upplifa oft á tíðum mikinn einmanaleika og eiga því erfitt með að vera einir og einvera eitthvað sem þeir vilja ekki upplifa. Þetta eru eðlilegar vangaveltur og hugleiðingar því sá sem ekki hefur öðlast andlega opnun sækist í lífshamingju sína sem og gleði og kærleika til annara. Hann hefur ekki fundið og skynjað að þetta allt býr innra með honum og honum opið, leiti hann eftir því. Þetta því mörgum hulið og margir skilja ekki hvernig hægt að vera einn með sjálfum sér án þess þó að leiðast. Þetta enn eitt dæmi breytt viðhorf og lífsýn sem breytist með andlegum þroska og hækkandi meðvitund.
eitthvað sem erfitt er að lýsa með orðum fyrir þeim sem ekki hafa upplifað.